Já, komið þið sæl. Veðrið er að fara að breytast hjá okkur núna bara á næstu klukkustundum. Við höfum verið í suðlægum áttum að undanförnu og verið ákaflega milt. Víða þetta 10 til 15 stiga daghiti og í dag náði hiti næstu því 19 gráðum á Austurlandi. En það lítur út fyrir að við sem að sigla inn í kaldari tíð og það hefur alltaf að gera með þessi kuldaskil sem eru bara í þessu tölum orðum bara að snerta hér suðvesturströndina og munu sigla norðaustur yfir landið og þegar þau eru farin hjá þá tekur við hefðbundin getur sagt apríl útsynningstíð þar sem að verður öllu éljakenndur úrkoma og hitatölunar þó nokkuð lægri heldur við höfum svona máttu venjast á undanförnum dögum og við sjáum þetta betur á hitasviðinu en þetta kalda loft sem á upprinnur sinn hér langt í suðvestri kemur hér og nær til norðausturs yfir landið og þetta svona verður svona dálítið tíðin hjá okkur næstu daga því að eins og við sjáum eftir að þá verður vindátt jafnvel norðlægari þegar líður á helgina og það mun þýða að það geti jafnvel kólna enn frekar þessi loftmassi verður aðeins kaldara en hér er sýnt. En hvað var það svona nærsvið? Það sjáum við að það er stíf suðaustanátt á undan þessu skilum og talsverð úrkoma í þeim á köflum þegar þau ganga hér norðaustur yfir landið. En að baki þeim snýst vindátt allsnögglega til suðvesturs og við sjáum að það eru svona meiri skúra eða éljakendar úrkoma sem að býður okkur þá í fyrramálið og þegar við sjáum að í fyrramálið þá sjáum við hitatölur nú víðast þetta undir 5 gráðum og þetta er svona allur gangur á hvers konar úrkoma við fáum úr þessum bökkum sem koma inn. En það mun létta til á norðaustur og austurhorninu, norðaustur og austurlandi þá þegar líður á morguninn og við sjáum það hér, strax hér klukkan 8 þá er nú orðið sólríkt á þeim slóðum. Í framhaldinu þá verður áfram suðvestlæg átt hjá okkur, það dregur svona heldur úrinni þegar hallar að kveldi en áfram fáum við þó inn þessa éljakendu bakka og áttin verður síðan svona smá saman suðlæg þegar síðla annað kvöld, sér sjáum við stöðuna þá annað kvöld klukkan 8 en já, eins og áður sagði hún verður aðeins suðlægari og seinna meir suðaustlægari því að það kemur hérna svona dálítið drag eða lægð upp að landi þó hér suður af landinu og því verður veður svona fínt svona heilt og litið á laugardagsmorgun allan að verður tiltölulega bjart yfir hjá okkur og ekki mikil úrkoma í þessu tíma málsins og sérstaklega sólríkt á norður hluta landsins en þegar að líður síðan á laugardaginn þá svona aðeins fara þetta strístilinu að við finnum meira fyrir blæstri þá hér sunnan til á landinu og jafnvel þannig að við fáum inn úrkomu svona öðru hvoru hér allra síðist þá svona sérstaklega þegar komið er vel fram á daginn. Þannig að klukkan 8 á laugardagskvöld þá verður reyndar víða bjart veður þá hér á vesturhelmingi landsins þyngra yfir þegar austar dregur og orðin svona allhvers vindur með suðauströndinni. En síðan ætlar lægð að koma hér upp að suðaustanverðurlandinu. Hún kemur með sitt úrkomukerfi og við sjáum að hér eru vindatölur að fara yfir 20 metrar á sekúndu og þrýstilinu verða víða nokkuð þéttar yfir landinu þá á sunnudaginn, eða hvað vindur á köflum og jafnvel það geti slegið sem stærri storm en það sem vindur stendur á fjöllum. Og þessum er óneitanlega að fylgja síðan hríðaveður þá sérstaklega norðanvert landið og þá til fjalla einkum og sér en það er svona spurning hvað verður með þennan bakka sem kemur á austanvert landið gæti jafnvel verið svo að það yrði aðeins svona snjókoma allan tíma frá þeim bakka. Og mánudaginn þá ætlar síðan aðeins svona höldum við áfram í þessari norðaustlægu átt og mörgur sínu hvössust þá hér úti fyrir Vestfjörðum. Þannig að það er að breytast hjá okkur veðrið eins og við sjáum hér milda og hlýja suðræna loftið er að hverfa frá landi og morgun fáum við suðvestlæg átt og hún getur orðið éljakennd sem þetta gott að vera í bili. Verið sæl.